Jæja, góða kvöldið áhorfendur nær og fjær. Segjum eins og einn sagði daginn Halló Svíþjóð. Við erum að fara af stað hérna núna með úrslit í fyrstu deild karla og kvenna í riðakeppni. Fyrsta umferð, það verður spilaði 3. Fyrsta fyrir kvöld, önnur umferð á morgun og þriðja og síðasta umferðin á miðvikudaginn kemur. Á brautu 19 og 20 eru konurnar sem að keppast við. Það eru KFR Valkyrjur á móti IRTT. Þetta er í rauninni bara endurtekið efni. Og síðan á brautum 21 og 22 er það þá IRPLS og IRL sem að eiga þarna við. Konurnar munu keppa í í mediumbyrjunum. Það er bara deildi medium, en strákarnir ætla að fara í stuttabyrjun. Bara sem PLS valdi það. Við þekkjum vonandi þetta format. Þetta eru 3 umferðir, söfnum stigum og meiri hluti stiga vinnur titilinn, þar sem er 50% af stigunum. Það er stöðugt. Annars er einhverju svona reglur jafntöfli og allt það. Þeorist getur þetta unnist á 2 dögum. Hefur held ég einu sinni gerst. En við viljum ekkert svoleiðis hérna. Við viljum fá þetta bara spennu fram á miðvikudag og alla leiðin í loka leikinn helst á öllu. Varðandi burðina, þá er þetta bara mediumburðurinn klassíski sem er komin inn upp á skjáinn. 41 fett, smá olíum á þessu og hér er þá sturtuburðurinn. Nokkuð skemmtilegur. Þess má geta að IA sem var öðru sæti eftir deildakeppnina valdi þennan burð á móti IRL upp á Skaga og hefðu svona öllu jafn átt að virka vel nema hvað IRL vann þann leik bara 12-2. Hvað er það? Á sama tíma og þetta er spilað, þá séum við þarna komin í vindan Binni úr Blikk, þá er umspilsleikur á braut 17 og 18 milli IR Blikk og IR Splittuna 3. Þetta er laust sæti í annarri deild. Af því að við erum að hliðra hans til í fjölda liða í hverja deild. Sá leikur er bara mediumburður. Enda Blikkar hafa ekki átt að sjá því að velja burðin sinn sem á að vera stuttur. En þar eru 2 viðureignir sem fara fram í umspilinu. Við reynum að setja skorið inn á fésbókarsíðu Keilusambandsins á eftir þegar að getur svona aðeins hvað er að gerast. Og svo ætlum við að skoða aðeins hvort að fókusin á þessu blessu vídeókameru er svona skrítin eða hvort að gleraugun í sig er svona skítur. Klukkan er nú orðin 7. Ból er ekkert á uppbyttu að fara í gang en hún ætti nú að fara í gang. Ég ætla að fara að kíkja það.
Þá uppgötvun farin í gang og sjáum aðeins hvernig þetta verður bara og komum svo inn á eftir hvernig liðin ætla að stilla sér upp.
Þá erum við komin í dalið í beinni útsettingu og ég ætla að grípa einn með mér sem ætlar að fá sér hljóðnema og byrja að tala með mér svona í streymið. Kannski kynni þið fyrir áhærundur. Og ég heiti Hörður Ingi. Hörður Ingi, hann mætur. Við standa fyrir aftan nýtjólunni í smá stund. Uppbyggðin búinn. Konur eru búin að stilla sig upp og að fara yfir hverjir eru að fara að kasta þeim einn. Við sjáum það að það er Hafdís, Helga og Mikael sem eru frá TT, nei frá Valkyrjum og Nanna, Sigga og Linda frá TT. Það var Einar búinn að fylla út kjörseðilinn og leiðin upp á skrifstofu. Sýnist mér þetta að vera Gunnar, Mikael og Hafþór í þessari röð og Adam og svo veit ég ekki með. Það eru Elli er að taka inn venslamann í kvöld. Já, ég er kallaði til Skúla Frey til þess að koma inn í þennan leik og erum með 2 á bekknum. Já. Sem er magnað. Já. Venslinn bjóði upp á þetta, hvað skoðun sem við höfum á því. Já. En Gunnar þarf að vera player 1, það er bara ennþá player 1 uppi og Adam er hinn player 1. Og þeir eru að spila í stuttumóli yfir því. Já. Sem að þess valdi. Já, við kíktum á það aðeins áðan, árun og góðst inn að konurnar eru í medium. Já. Og karlarnir, þetta er svo aðstæðanlegt að segja karlar. Strákarnir, stelpur og strákar. Stelpur og strákar. Já, strákarnir eru í stuttum. Já. Og það eru komið. Gunni, Haffi, Mikki, Adam, Hinrik, Tristan. Heimalið, já. Adam, Hinrik og Tristan byrja leikinn. Og förum aðeins aftur yfir að á morgun þá umferð 2 og þá snýst þetta við, þá er það Elli með heimaleikinn og TT. Já. Svo er það miðvikudaginn, það eru úrslit. Já, nema á þriðjudaginn er fyrsti umspilsleikurinn hjá Öðlingum og Grænum Köffurum. Já, sæti í fyrstu deild. Já. Ég veit að þú ert kannski ekkert endilega sammála með svona innst inni, en opinberlega ertu sammála með. Við viljum fá þetta alla leiðin yfir á miðvikudag í hörku spennu. Þetta getur fræðilega klárast á 2 dögum. Já, við viljum náttúrulega spennu þetta. Við viljum fá þetta alla leið. Það er alveg alla leið, sko. Ég er aðeins svona í fyrsta ramma, smá fórustu. Og við heyrum það að Bragi er byrjaður á einni fellu og það var allt fyrst í húsinu. Bragi mættur. Þetta er náttúrulega bara að byrja, en þetta er bara jaft begge megin. Þetta var svaðar fella. Ok. Var þetta fál? Hvað sér þau? Var þetta fál? Hann hefur farið fram. Það er framfyrir. Ok. Já, svo fórum við það líka á hann á 17-18 er umspilið sæti í annarri deildinni milli Splitturnar á 3. Starfsmenn keilu allar hérna. Já.
Svo er það blikkararnir gömlu. blikkararnir gamlu. Ég er blikk. Þetta sé ekki fyrsta skipti sem ekki er farið fram fyrir refsilínu. Á ævinni. Það getur verið. Átta var það. Með 11 með allt lokað í fyrsta og TLS Einn lokaðan. En skeytir ekki. Fyrsta rammi. Rammi 1 sko. Einfaldasti. Gunnar. Já, og bara svara viðbjóðunum. Svara kallinu. Unni með fellu. Hinrika með fellu og undan. Aðeins framan á. Það er trikki að spila stuttan Oliver. Já, hann er áhugaverður. Já, hann er trikki. Já, engin veit þarna. Þessu eruðu sallir. Þessu eruðu sallir. Erum við ekki hérna bara, leyfum sér bara aðeins að rúlla. Já. Svona inn í kannski 8. rammi eða svo og koma þá inn og Já, við gerum það. Förum aðeins inn með þetta hlaupa tölvun og taka okkur úr sambandi. Já.
Hvernig séu við komin inn aftur. Staðan núna þetta gera sig aðeins yfir á heildina og Gunnar 13 pinnum undir Adam en Hafþór og Mitt geta vita sína menn eins og staðan núna. Það eru 2 rammar eftir. Nú erum við dettin í 9. ramman. Við sjáum það byrja Gunni og þetta náði aldrei inn. Þetta er svolítið spennandi. Já, þetta. Eins og við vildum. Eins og við vildum hafa það. En eins og staðan núna í 8. ramma þá er 3-1 fyrir PLS. En 2 rammar eru rosalega mikið í svona baráttu. Já, þeirra munar ekki meira heldur en það gerir. Já. Adam er 9. Adam stætt 215 en Gunni 190. En hvernig meginn, ertu búinn að fara eitthvað yfir það? Ertu búinn að fara eitthvað yfir hérna stöðuna hvernig meginn? Nei. Nanna tók við sér hérna og er búinn að fella síðan. Nanna er með yfirhundina. Helga frá Valkyrjum með yfirhundina og Lindar aðeins yfir Niklas. Þannig að það er staðan 2-1 fyrir PT allt fer áfram og svo er. En Gunnar er að reyna við þetta? Nei. Eitthvað bara eina. Þú bara innan frá. Það var með feikja undan hann að Einnig hefði þurft að fella hana til þess að þrýsta þess að Hafþór. Já, það hefur verið betra fyrir hann. Já. Ekki að þetta er ekkert búið. Nei. Svo ég segði að 2 rammar í svona jöfnum leik, það er bara rosalega mikið. Fullt af pinnum. En ekki að það er hann komið með 3 í röð, sko. Það var hann í smá Hann hefur smá fórskot. Það er smá sóni líka. Ha. Hvað er það? Stóð 10 eftir. En hann er 30 pinnum yfir. En heildin er nánast upp, sko. Heildin er aðeins hjá okkur af því að Mikki er með 3, sko. Já. Hann er með Tengu á móti Feikju hjá Tristan. En opið hjá Gunnar. Já, það er opið á Gunnar. Þannig að heildin er eiginlega vola svipuð. Já. Hann tók hana. Þannig að þeir eru, sko, það er 30 pinna munur hjá Hafþór og Hinrik. Og við sjá hvað þeir gera síðustu menn. Ísland byrjar. Sér að Nanna, hún er með 6 klemmi sko sér. Gæti Hafdís gæti náð henni. Gæti náð henni. Hafdís er Hún er búin að ná 980. henni. Hún er búin að ná henni. Hún er búin að vinna leikinn. Vistu það að segja hvað er? Yfir 8,9. Það var komið 174 krónur í ári. Þannig að þetta er snúist við í 3-1 fyrir Valkyrjum. Bara hampressubeygja. Ekki? Svo, það er mikilvægt yfir. Já, hann er komin yfir. Væntanlega erum við komin yfir á Það eru svona 10 pinnum yfir í heildina líka.
10 pinnar hér, geta verið 10 pinnar þar. Já. Já. Já, þú skulum sjá hvort að Gunni hafi list þetta. Já. En þú með 2 erfiða ramma. Cirka með 7-8 grænu og tekur bara 7. Þannig að þetta getur þess vegna farið sko 4-0 fyrir Valkyrjum. Já. Þetta verður komið 3-1 fyrir þær. Sko. Já. Hvað gerir Gunni? Gunni þarf Út í að renn. Nei. Ok. Ég hef einhvern tíma lent í þessu. Kasta lúp undir rennuna. Það var hingaði sjón. Já. Það mátt hann ekki gera, þú þurft að feikja á vinna í hildinni. Þannig að Gunni þarf að fella feikja núna. Já. Það var til þess að éta svolítið að pinnum sem að Adam náði. Já. Nei. Hann fer í 166. Þannig að enda er þetta 3-1 fyrir PMS á staðan hérna. Og 3-1 fyrir Valkyrjum. 1-9 á Helgu. Móti 158. Talandi með enginn við fá en allir glaðir með að fá. Og Halldór Helgi. Hinrik farið út í rennu. Hinrik misti þessa. Mikka, ok, 6, Adam, Já, þetta er 3-1. þetta er 3-1 hjá stelpunum. Hei! Það fari í 2.48 á móti 206. Það er Mikka klikka. Líka misti allt saman. Þetta var 3 pinnar. Ég muna hjá talbónu. Já. 3-1 fyrir Valkyrjum. Og fyrsta lag 8. 9. Þannig að En heldur hann getur truflað, örugglega, heldur hann getur truflað hérna Mikka og fara svona undan honum og setja press á hann. já, En hann lifir í þessari pressu, sko. Alltaf 2.48 og Hinrik 195 og hann missir. það er allir opnað í Þannig að 10. þetta er 3-1. Allir, sérst, opnað allir í 10. Já.
1-3-1-9-5-1-9-6. Þetta var tvisturinn. Já. Af hverju færi maður ekki bara eitt til hægri og kastar á tvist? Já. Bara upp á skottan. Það myndi gera. Já, allan daginn. Þetta er Þetta miðjan. vasi. Þetta er, já, þetta Þess er, vegna færir þið bara aðeins til hægri og færir seinna í vasan. já, ákveðlega. Þetta er bara uppáhaldsboltinn, ef þú ert nógu sáttur við kastið Akkurat. uppáhaldsboltinn. Það er mikið. Og þetta var bara því að pappans öskraði því kyrru. datt hann. Þess vegna fór hann inn. Það er ekkert annað í stöðunni. Þetta eru pinnar sem við sækja. Þú var inn. Þú var inn. Sjá, IRL með 584. Adam 193, Hinrik 195 og Tristan 196 og allir opnuði tíundarmann. Það er rosalegt. Og Mikki bætti við einni viðbót. Mikki er að fara í 2.37. Þannig að ég getaði náttúrulega algjörlega heildina inn. Ekki undir heildar heild. Það fara í 6.51. Já. Það eru 70 pinnar. Það er 3-1 hérna fyrir PNS. Já. 3-1 fyrir Valkyrjur. Já, og stelpumeina er óbreytt röðin í leik 2. Nefna náttúrulega hérna að TT hlýðrar, samkvæmt reglum. Það er 2.37. Sjáum aðeins hvort að hérna hvort að verði einhver Það er væntanlega ekki breyting þarna. Erum við ekki að rúla þeim? sýnist þær alltaf að kæra samanlega áfram báðir. Mér sýnist það, já. Enda líka voru það að spila fína leik, sko. Já. Beint í vasinu miklu og hérna 8 netir. Já. Það er þannig Gunni að þurrka boltanum, þannig að hann náttúrulega kastunum, vonandi. Já. Heyrðu, það er óbreytt hjá strákunum. Það er óbreytt hjá báðum. Ég ætla að fara upp í tölvu og taka okkur út. Já, gerum það. Og Við komum inn svona upp á miðjuleik. já, bara ef eitthvað stórskemmtilegt er að gerast. Já.
flöskunni. Ég hef verið að finna það reif svona upp mjölkri. Það er hvernig átök. Það voru ekki rétt út.
Jæja, hér allt að gerast. Eins og þið sjáið þá allt í járnum hérna á 21 og 22. Tristan 165, Gunni 166, Adam 144, Hafþór með tengingu á 146, þannig Hafþór á 10 pinna á Adam og Hinrik 118 og Mikki 146 og með tengingu. Þannig að staðan núna 3-1 fyrir PLS. Og þetta Hinrik gerir. Hinrik tók líka 9, þannig að þeir eru járnum en Gunni á pinna sem að dugar í restina. Já, stelpunum Hafdís 158 í 9. og Linda með 168 í 9. þannig að hún á 10 pinna. Helga 143, Nanna 172, Nanna er búin að vinna þann leik. 3 í röð. Já, og Míka 176 og Sigga 157. Þannig að Míka er líka... 20 pinnar báðum með feiki í 9. Míka þarf bara að byrja runni á fellu. Þá er hún búin að vinna leikinn. Já. Og Hinrik, hvað gerir hann? Já, hann sækir. Þannig að... Pinnmaður. Það er ennþá pinni og munur á þeim. Það er Hafdís opnað. Hafdís opnað. Ok. Hún er bara upp á... Og Linda opnað. Já, Linda opnað líka. Það er 177, 166. Já. En þetta er svo dýrt upp á hildina. Þetta er rosalega dýrt. En TT er búinn að vinna hildina þarna síðan þegar 485 á móti 506. Já, þegar hann er með 3. Nei, það er nú ekki nema 20-30 pinnar. Já, svona 30 pinnar sem það eiga. Og eru konar yfir í hildarhildinni líka. Já. Helga með 9, þannig að ef að Nanna klínir í eina fellu þarna. Skulum sjá hvað Hafþór gerir. Hafþór fær fellu þarna. Hafþór hefur settið 3. felluna og þessi var svona í heppnisdýppunum. Það kom eitthvað á bakvið hana. Já. Þetta var svona, já, svona flettis. Nanna feldi. Fellir, komið 4 röð. Það þýðir bara að þær eru að vinna þennan leik 4. Nei, 3-1. 3-1. Við skulum gefa viku á loki. Leifum Loki. viku. Já. Við skulum ekki gera lítið úr því hún sem er 20 pinna yfir. Eins og er. En sjáandi, allt getur gerst. Helga er að spila bara ljómandi vel. Já. 360 eða 370 372. Rétt 190 meðaldal. Það er alveg bara írilegt, sko. Já. IRL er ekki, þú veist, það er líkur á því að miðað við þetta sem er í gangi núna þá ef að þeir spila eins Gunni og Tristan þá fer þetta 4-0. Nanna með 9. Já, Nanna komið 220 móti 100 þannig að þeir eru 30 finna yfir. Adam lokar. Adam lokaði. En hinum meginn var Hafþór tengd og Mikki tengd, þannig að þeir eru náttúrulega eiginlega svolítið búin að vinna sín leik. Já. Það er spennandi núna að sjá hvernig Tristan og Gunni fara upp. Hinrik þarf aðra fellu, sko. Nei, þurfti aðra fellu til aðeins til að pressa á Mikka. Nanna klára á 2.21. Nanna með 2.21, bara flottur leikur hjá henni. Rétt undir 400 í 2. Já. Þetta var nóg. 190. Jó, reyndar getur Sigga ná 197. Það fell út. Ef hún fellur út.
Þannig ef hún gerir það, þá verður Mika að ná þessu. Ó já, ég var að fatta það. Við erum á sömu tölu. Já, Nei, nei, hver það mann, er búið. hver mann eftir. 3-1 fyrir TT. Þá er staðan jöfn. Og TT yfir í heildarheild líka. Já, Einhverjum 30-40 16-99, 16-99 og 1960. 10-99. Já, ekki 19. Það er kannski Það aðeins og full mikið. full gróft að fara í 19 í tveimur Já. leikjum. Heyrðu, 8. Þetta var slæmt. Já, og halda þessu lifandi. Tristan. Ef að Tristan fættir þá fer hann pinn yfir. Nei, jafnir. Þá verður Það var jafnir. nýjan sem stóð eftir. Ha, Nýjan stóð eftir honum. já, Hann er pinnað yfir. 204, 204. Já, Gunni lokar sem fara í 204. Gunni tekur aftari Aftar í keilinu. pinnað. 203 en það því að Tristan var hann á það. Ekki að þetta er nýju pinnin, það er svona ætti að fara. Já, svona gerir. Þannig er það. Það var á 3-1. Heyrðu, eitt sem er að spá, sem er alltaf gaman að spá. Já. Að hérna, nú voru þetta heimaleikur hjá BLS, þeir velja að stutta. Já. Þeir hérna gera sér lítið fyrir að taka deildarkeppnina með hérna 12 stiga meðaltali í umferð, sem er bara eiginlega hálfgert rugl. Hvað myndir að gera sem heimalið á morgun? Þannig burð. Sko, þeir eiga eingöngu hugsun sjálfa sig núna. Já. Þeir eiga bara hugsun hvar þeir eru bestir. Já. Af því að það er alveg sama í hvað þú situr á PLS. Þetta er það góðu leikmenn. leysa Þeir þeir. skila alltaf einhverju. Þannig að ef þú ætlar að reyna að spila inn á það að þeir verði lélegir í einhverju, Já. þá ert þú væntanlega lélegir líka. Já, jafn lélegir er Já, já. ekki ennþá lélegir. Já. Þannig að ég myndi í öllum tilfellum spyrja mig hvað erum við bestir í og ég tel það vera í medium burði Já. sem þeir eru bestir í. Af því að í rauninni myndi ég alveg vonast til þess að setja langan á þá. Já. Og þá myndi þér alveg kynast í hvað þeir eru góður. Já. En við hérna heimsækjum kannski þessa spurningu á morgun þegar við sjáum hvað þið velja. Já, þeir eru hljóta að velja það í kvöld. Já, ég held að Kynna það í sé, kvöld, eftir leik. man ekki nákvæmlega hvenær þarf að gera það. Jú, leið eftir leikin í kvöld. Þá þurfum við að skila því. Já, hvort það er fyrir miðnætti eða Já, ég meina það, já. Já. einhvern tímann í kvöld, alveg kvæðlega. Þór tekur þetta, bara í 2.15. Á mótið 203 hámark. Og kannski aðeins inn í kvennaleikinn, það er hérna óbreytt liðstilling. Það er óbreytt einstakling. Þannig að nú er að Sigga Linda Nanna hjá TT. Adam fer í max 203, þannig að það er ekki pæling. Þetta er 3-1 líka. Já, þetta er 3-1 hjá BLS. Og 120-30 pinnum yfir í hildi eða eitthvað líka. Já. Það er hellingur sko. Það er svolítið mikið. Já, það er mjög mikið. Ég átti 10 á eftir og heyrði lýsandan segja að þessi er nú unnin leikur. Ég sagði, jöfullinn maður, hann veit að ég þarf að loka. Þetta var eyrnatapa.
Við höfum fulla trú á þessu, bara svo við... Þurfti ekkert að loka því að það var endað í 204. Þetta hjálpa þeim í heildina. Heldur betur. Þetta eru konir 150 pinnar. Já. $193. En svo til að árétta það sem að Hafþór sagði að vissi að hann til að loka að þetta 5 mann, það auðvitað keilin í húsinu. Já. Þannig að hann hefur líka fengið það á sig í marga mánuði ef hann hefur klikkað á 5. Það myndi skulda mörgum ís þá þegar það væri, sko. Það er líka 8, hann nú bara... 60 pinnum undir, 70 pinnum undir. Þetta er 150 Þannig að þetta fyrir leikum 100 pluss pinnar í leiknum. Þannig að þessi bara dregur þessu niður. Þetta er geggjað. Bara í 4,73 eftir hérna tvoleiki. Og Mikið. Hafþór eitthvað, 4,63. Og Hinrik er með 143. Tekur bara aðra. Það er 143. Rólegur leikur. En þetta kemur fyrst í ljós hvernig Stuttibjörnurinn vinnur. Þetta er leikur 2, sko. Já, Og það er ekki samúð leikur 1 í alls þessu ekki. verði. Alls ekki. Breytist Það mjög er rætt. rosalega. Óbúslega rætt. Það er fyrir þá sem er að snúa bolta, sko. Já. Geggjað. Það getur engu máli verið alltaf negla við og bara beint miðina, sko. 236. Þú sjá, þetta er 203, 215, 236 á móti 212, 193, 143. Nú sýnist við að vera skipting og inn að kemur varamann nummer 1. Það er nummer 2. Það ekki. Skúli Freyr nokkur Skúli kemur inn. sem að er og enda á bekknum situr Tóti. Já, svona er þetta. Það er eitthvað skiptir líka veli. Skúli inn fyrir Hinrik segir. Ekki bara sami hátturinn á, við stimplum okkur aðeins hérna út og hérna... Já, komum inn aftur þegar snemma ef það er eitthvað að gerast en annars bara undir lokinn. Jesur, þá ætlum ég að rölda í tölvun og taka sambandi.
svolítið stutt.
Sigga er með 127 í 900 ramma og Hafdís með 150 og Hafdís með Feiki og Sigga með opið, þannig að Sigga getur mest á 157, þannig að Hafdís er bara að vinna þennan leik. Helga með 175 og 2, Linda með 172 og 1, þannig að Helga er aðeins yfir. Hvað er slíka? Líka er með 150 og 3 og 8 og Feiki og Nanna með 118 og þannig að það er mikið búin að vinna það. Þannig að þarna er staðan eins og 3-1 fyrir Valkyrjur. Þannig að bara spurningin hvað Helga fær 9, hún er dottið hjá henni. Þannig að hún þarf að loka þessu, þá er það jafnar. Já, svo til að pinna mun. Þetta er rangt, þetta á að vera 7 en ekki 10. Hver sem stiltu upp. Var þetta ekki 7, Mikki? Var þetta ekki 7? Hæ? Ekki að vinka. Nei, þetta var á 10 hjá honum. Hún vakkaði inn í hún. Aðeins áður við höldum ára, varstu búinn að segja frá umspilsleiknum áður? Nei, ég var ekki búinn að því. Það voru hérna Blikk og Splitturnar 3 Starfsmennir í Keilhöllinni. Það voru svolítið fyrir umspilsleiknum laust sæti í annarri deild. Já. Og Splitturnar 3 sem stóðu sig mjög vel í vetur. Virkilega. Komu hérna mjög ákveðnir til leiks. En fengu þess að kynnast í hvernig er að spila við lið í deild fyrir ofan. Já, og þess ber að geta að Splitturnar áttu heimaleik og áttu Olíuburð sem var miðju. Sem að væntanlega var miðju, þeir eru bestir í því. Já. Blikkarnir eiga heimaleik eftir viku. Já, sáleikur var á sunnudaginn eftir viku. Og þeir spila á stuttum Olíuburð. Alltaf. Þannig að það breytir engu. Og þá segir hún bara eins og vel sagt í þessu að ég þótt ekki hjálpi hérna. Já. Því það er meira að segja að spila í stuttum Olíuburð. Leikur fór svo 11-3 fyrir Blikkurum. Já. 11-3. Og hérna þeir spiluðu, held ég rúmlega 16 sem er... Þeir spiluðu allir yfir getunum sína. Allir? Já. Binni var eiginlega bara hálf hissa að þeir náðu að spila vel, sko. Já. Og þeir geta ekki byggðið þetta næsta sunnudegi. Þá þurfum við að fá 11,5 stig. Nei, þau bara... Þeir þurfum að fá 5 stig. Já, Blikkarnir þurfa basically bara 3,5, þar sem að fara 14,5, þá eru þeir komnir búin að tryggja sæti í deildinni. Það var mjög gaman að væri 20 fyrsta settið, töpuð 3 í næsta seti, þannig að þeir eru hálfar í viðbót í þriðja leik. Það læðist af mér svo grunur að Splitturnar muni eiga svolítið erfitt í stöðum. Ef allt er eðlilegt þá vinna þetta fyrsta leik svo. Hvað var að þessu hér? Þá er spennan aðalega það að Valkyrjur vinna þetta 4-0 eða TT að færa í stig. Já, og staðan er 4-4. Já, það eru komnar yfir í heildarheildinni líka. Já. Það er 17 pinnum yfir í heildinni. Það enda 9-5 ef þetta fer 4-0. Já. Nei, á 10-4 eða 10-5 ef að Linda vinnur Helgu. Það er svolítið 4-4 fyrir þennan leik. Skúli opnar. Ná hann ekki 2? Jú, það var að gefa nú 2 þannig. Skorgerður sagði 7-0. Nanna nær að fella á hún í þessu leik eins og spila hana vel á þann. Já. 3 opna, 2 glænir. Já, 3 opna, þá þarf að tæra 7 glæna. Já. Þá er spurningin, Tristan er aðeins yfir Hafþór. Ég skal græða það. Skorkerfið bara störblind, sko.
Þetta eru 9 en ekki 7. Gunni með miss á töflunni staðið fyrir teikju. Þetta er að kalibrita myndavélina þarna í skórgerinu. Þessi leikur er búinn. Þessi búinn sko. Það er bara átti þess að fara í 190. Hafðu þar fellu. Og tók fellu og það heyrðist. Ég held ég hafi heyrt það. Já, ég held ég hafi heyrt það líka. Tók fellu. Já, hann þurfti það til að komast yfir. Kristall okkar þessu. Það er 9 og 5. Þetta er 9 og Það skiptir ekki máli þessu. Það skiptir ekki máli á Kristall. En Einar er komin á korktöfluna. Grítatöfluna, eða hvað við kallum þetta. Við erum að iPad, þannig að tjekkið eða eitthvað. Bara setja í skóra bara. Og bara að sjá hvað gerist á Mikka. Það kemur örugglega eitthvað vitlaust ef hann fellir ekki þessu. Herðu, Sigga endar í 158. Ok. Og Hafdís er að fara í 179. Ekki ennum hún ætlar sér að ná þessu. Já, þetta er kannski full mikið pressin að sækja þetta. Það var nú bara verið streymið sko. Ekki átt 6, við Já, erum það verður heldur fyrir hana líka, þetta er fyrsta skiptum sem myndið að hafa náð því. Það verður gott rebound. Þannig að 179, 148. 15-8-6 á móti 15-5-7. Þetta þýðir að Adam fer aðeins yfir Mikka. Og þetta var ekki gott að Linda hefði þurft að fá fellu. Já, hún hefði látið þetta taka fellu. Bara 8. Mikki tekur 2. Sko, Mikki kemur 137 og Adam getur farið í 135. Það munaði ekki miklu á Helgu, tekur 9. Ég er 4 pinnum yfir. Myndu þar að segja. Myndaloka. 192, 192. Þannig að ef Helga lokar þessu þá er þetta 1 pinni. Þessi fara niður. Það er 1 pinni. Algjör örugg að þessu. Þetta er bara spurningin hvað þær gera í síðasta kaldi. Þetta er spurningin 3-1 eða 4-0. Já. Fyrir Valgerður. Fyrir Valgerður, já. Fyrir með 9. Linda fellir 202. Helga 9 er í jöfnum. Skúli missir. Ég held að menn þurfa að vera rosalega vel stendur til þess að koma inn á í þriðuleikju svona í stöðum. Ég vann. Þannig veit. 3-1 þá fyrir 3-1. Það er 4-0 og hann getur skipt öllu. Já. Það er alltaf þessi einu pinni eða eina stig. Já. Gunni. Gunni tók þetta örugglega. Gunni er 40 pinnum frá ofan, 50 pinnum frá ofan. 50 pinnum. Frá ofan Skúla. Hafþór er yfir Tristan og Adam á 6 pinna. Eða 5 pinna. Adam á 5 pinna.
21 og 2 bara með eitthvað vissam, brautafarið. Það er búið að vera þar sem hún restina. Já. Það er 189 hjá Mikkoði 568 og 1628 Hildein. og 1617 á mörgum. Það þýðir þetta fer í 9-5. Þetta er 9-5. Já, góð vita í lokin. 158. Spurning hvort við höfum ekki að klára kallaleikinn þegar það er nú ekkert svo mikið eftir. Já. Og hérna fá svo kannski að spjalla við hana Lindu hérna aðeins á eftir. Já. Ef að Linda vil koma í smá viðtal og eftir við mig þá var þetta mjög vantur það. Þannig að aðeins að blara við okkur. Hún kinkar kolli og sjálfsögðu. Þetta er orðið erfitt sko. Já. Inn á 3, 4. Þetta var nöðsynlegt. Það var rándýrt. Það var rándýr þessi. Vist að loka þessu. Fyrst getur náð 202. Allir með loka PLS megin. Nei, já, og tenging og einn opinn hjá þeim. Skólinn drífur ekki náðan. Ás 10 eftir. Sem alveg erfið í þessum olíuverði. Mér svo. Af því að þá þú hugsið það sko vennilega að farið einn til hægri og tekið Brooklyn á þetta, það getur stutt í olíuverðinu verið þannig að tekur 7. Mikið, já, það tekur 7. Gunni, Feldi, er komin í 200 og á 220 að klára út. Já. Skólinn 349. 49 svo. Þannig það eru 70 finnar þar. Hrýnum allt á 21.
borða sig yfir. Já. 210. Þetta er í 579 seríu. Já. Það er alveg fyrir marga ágætt, sko. 579 verður vextur, það er fínt, sko. Já. Listan heldur áfram í 202. Hafþór þarf 8. Hvernig hvort hann heyri í okkur. Það ratar hann síðan staður virkur. Það er alveg líkið. Bara auðvitað góða bolti. Já. Hann hefur farið í 6-10. Spila best af öll mönnum í völd. Smátuglun. Það er hérna. Já, áhverst að hann sé að spila bestu sérinu hjá þeim. Hafþór. Fimm í röð. Hann fór bara í fellu, sko. Já. Þetta er þá bara spurning hvað hérna hvað það gerir, hvað þetta getst Já, og líka heildin skiptir máli, sko. Já. Mér finnst nú hæpið að hérna samt sko það er bara staðið að vera eitthvað eftir stigum. Það er bara dýrt að gera þetta eitthvað 10 dag. Þetta var ekki gott fyrir BSS. Nei. Samanskapið gott fyrir L. Já, bara einu viðbót. 2.36. Hvað er þetta? 6.99? 6.99 sýnist mér. 6.99. Það er ekki 2.33. Eitthvað svo leiðis. Já. Bara eitthvað gúmt og breyk. Sem var aðeins auðvitaðlega. Það er stórsens. Er það? Ok. Það er stórsens. Nú bara Mamma ég. verður við til dæmis að taka þess að þrjá sko, því að þær telja tvöfalt. Það byrjar á því að fá eina. Þetta breytir öllu. Já. Hann tók þrjár. Hann tók þrjár, já. Kannski ekki auðvöldustu þrjár, en þrjár. Endar í 180. Já. Þau þarf að vinna þetta. Það var alveg. Þetta var húsinu. Hann þarf eina. Það var eina kvínu. Nei, tvær. Jú, eina kvínu. Eina.
getur ekki fengið hálfa. Nei. Þannig að Það er einn pinna. það er eitthvað. Þannig að þetta er að fara 4-0. Herru, 4-0, hvað þýðir það? Þetta fór 12. Fyrir ykkur. 12 verður BLS. Þá er spurninga við reynum að mæla inn í Lindu. Ég ætla að lána þér hátalarann. Það var bara ekki stærri hérna. Tölum í þannig. Já, það er bara haldan. Haldan, tölum í hérna. Hennar. Og við kíkja hans út á Smá spennu. út á breyð. Já, Linda, þetta fór ekki eins og þið ætluðuð. Nei, 9-5 fyrir þær. Hvað ætlaði að gera fyrir morgundag? bara að gera betur. Já, ætlaði að skipta olíu. Við eigum eftir að ræða það. Hvað finnst þér sjálfri? Við höfum náttúrulega bara spilað í medium í vetur í deildinni, þannig að ég er bara ekki viss. Já. Enda líka, sko, ég ráðleika alltaf fólki að hugsa sjálfan sig. Hvað spila ég best, ekki hvað andstæðingurinn af því að þið þurfa alltaf að vinna þær en ekki láta þær tapa fyrir ykkur. Þannig að væntanlega haldið þið sama olíubyrði en þið þurfa að gera aðeins betur og þið þurfa aðeins að rýna í þennan leik hvað var það sem að vantaði upp á og kannski skoða það en í heildinni að í vetur hafið þið spilað vel, þær líka þannig að á morgun getur það hörkuleikur. Já, það verður hörkuleikur. Það verður hörkuleikur. Það verður bara gaman. Heldur þessi sama liðstillubygging hjá okkur? Ég reikna ekki með því. Nei, ég reikna ekki með því held. Nei, ég veit það, þess vegna ég spurði hvað þú reikni með því eða hvað því að það er hollt stundum að skipta í liðinu til þess að fá annað blóð og annað og þessi ekki með eitt leikur bara til þess að þessa þessi en þú ert bjartsýn fyrir morgundaginn? Já, því er ekkert annað. Mjög bjartsýn? Já, Já, það er rétt. Ég er mjög bjartsýn. Þannig vil ég fá þig. Okay. En það eina sem það þarf að gera á morgun, það er bara að slaka á og kasta á og hafa gaman að því. Það var gaman. Herru, gangi vel á morgun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Halló. Þannig er lill. Þannig þetta. Herru, já, þá er Hafþór kominn tíminn úr BLS. Herru, þið unnið 12-2. Jep. Og þú hendir í 699, það var það nú einn binnu upp á að sjá frægu 700 tölna. Já. Stuttur olíubyrður, hendaði ykkur vel. Fyrsta leik var þetta mjög jafnt. Byrjaði játt. Já. Endaði ekkert játt. Nei, af hverju? Vissuð að þetta myndi fara í þessa átt? Veit aldrei með þetta lið. Nei, ok. Þeir eru góðir sko. En tölduð þið að þetta myndi fara í þessa átt? Að þeir myndi eru góðir í fyrsta leik og svo myndi það fjár út? Já, það kom mér ekkert á orð. Þetta er auðvitað í byrjun. Já. Þessi olíubyrður. Svo verður hann erfiðari. Og það eru svona færslur í þessu sem eru ekkert endilega eins og í öllum öðrum stuttum. Það er svo mikið olíumagn á þessu að hann verður svolítið svona pínu skrítinn. Ok. Og við erum alltaf bara bestir í þessu, þú veist. Tel ég. Hvað fáið það á morgun? Hljóðum á medium. Já. Annað kemur mér á orð. Já. Ég veit ekki. Það getur verið langur, en mér finnst bara að þeir eru eigast góða seríur í medium og ef þeir ætla að reyna að vinna okkur þá verður þeir að skora hátt. Já, og það er í medium? Það er í medium. Þar er þetta fellikeppni sko. Já. Þar geta þeir alveg staðið í okkur. Já, ég held nefnilega að það myndi fara áfram í fellikeppninu svo í byrjun. Það sem allir voru að fella út á suður og flesti með góða bolta. Já, hann er tricky sko, þessi burður. Hann er hérna... Ég hef pröfað hann og það hætti í keilu. Hann er tricky. Já, þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki þessi stutti burður sem við höfum haft lengi, þú veist, þessi cheetah burðir, þar sem þetta er bara grít honum úti, hann er aðeins meira sensitive þessi sko, það þarf að vera svolítið ákveðna hraðanum og það þarf að vera svolítið beinni og þannig að við gerum þetta bara ógeðslega vel, við erum í 1940 sko, sem bara, Gunni var í basli í byrjun og þú veist, komum sér svo vel á strik og gerði þetta vel og bara, þú veist, við náttúrulega höfum öll að tapa, við viljum bara klára þetta. Já. Þannig að við erum mjög sáttið í kvöldi. Og bara stefni á sama morgun. Það væri eitthvað þægilegt. Þið stefni á það?
hvort sem það er text Já, bara algjörlega, við, þú veist, við viljum bara klára þetta sko, þannig að ef að það þýðir að klára þetta á 2 kvöldum sem að hefur ekki gerst enn þá held ég sko, þannig að þá... Nei, ég enda líka að við skulum gera ráð fyrir því að ég er komin nú sterkari inn á morgun ef við taka medium að þá séum nokkuð sterkir í alla 3 leikina sko. Já, ég bara hef enga trú á öðrun og þeir mæti dýrvillisir sko og ég, þú veist, við vorum í nákvæmlega þessari stöðu á móti lælingum og að koma 13-1 yfir á móti þeim sko í undanúrslitum, tapa síðan 4-0 fyrsta, það er alltaf smá titringur sko, þannig að þetta er aldrei búið sko, við erum bara hausinn skrúar á og við erum bara fókuseraði sko. Já, þið þurfið 28,5 er ekki? Nei, við þurfum 21,5. 21,5? Já. Þannig að við þurfum bara 10 viðbót eða 9,5 viðbót. Já. Herru, gangi vel á morgun og hamingju með gott skor. Takk fyrir það.